En ég ætla að fá Gunnar minn, drenginn minn, til að koma og segja nokkur orð eins og hann orðinn vanur. Ég ætla að halda aðeins áfram með sem við fórum í síðasta sunnudag með fyrra Korinthubréf 2:2 þar sem Páll sagði ég predika Krist aðeins krossfestan. Ég ætla aðeins að halda áfram með það. Ég ætla að fara reyndar að skoða eina skuggamynd sem fyrir mig í Nýja testamentinu. Það Hebreabréf 10:11-12. Sérhver prestur hver dag bundinn við helgiþjónustu sína og ber fram margsinnis sína sömu fórnir. Það geta þó aldrei afmáð syndir. Sem sagt, það verið að sýna okkur þarna hvernig prestanir undir Gamla testamentinu lifðu. Sem sagt, þetta var þannig, presturinn átti að færa fórnir alltaf einu svona ári og ekki bara til þess að fyrirgefa syndir, þetta var til þess að hylja yfir syndir í 1 ár. Svo þurfti að gera þetta aftur og aftur og aftur þangað til að Jesú Kristur kom. Og þið getið lesið þessar fórnir í annarri Mósebók eða í Tóra og þar kemur fram þið lesið lögmálið og fyrir hvert lögmálsbrot sem var frammi að þá kom undirregla hvað fórnir átti að velja og það var lömb, það voru alls konar dýr sem þurfti að slátra en aldrei náði að fyrirgefa syndir þess að þurfti að koma inn lifandi fórn sem var Jesú Kristur. Hoppum í 12. vers. En Jesú bar fram eina fórn fyrir syndir og settist aldur hægri hönd Guðs. Jesús, hann hefur hreinsaði í 1 skipti fyrir öll. Hann tók syndir sínar í 1 skipti fyrir öll. Það þarf ekki aðra fórn. Hann kom og fórnaði sjálfum sér. Þetta var leiðin til þess að Guð myndi nálgast þig. Og þegar ég var að koma gera þessa litlu hugleiðingu á hann, þá poppaði til mín Jóhannesar Guðspjall 1:29. Þetta Jóhannes skýrari sem þið lesum í Guðspjallunum. Þetta frændi Jesú og hann bendir á hann að tala við farisengana og bendir á Jesú og segir sjá, þarna Guðs lamb. Þarna Guðs lamb sem ber synd heimsins. Og stendur synd heimsins. Þetta 1 synd. Hann ekki að fara ykkur manngreinald, heldur tók hann þessa einu synd sem hélt fólkinu í böndum. Hann tók þessa bara einu synd á sig á krossinum. Þið þekkju öll versi í Matteusi 27 sem hann segir við fólki á krossinum. Nei, hann segir bara upp átt faðir, hverju hefur yfirgefið mig? Þá var hann búinn að taka á sig þessar syndir á sig á krossinum. Og þetta einn fullkomna fórn. Það þurfti einhvern réttlátan mann til að taka þetta á sig fyrir okkur. En það við getum þetta ekki sjálf. Heldur kom hann og tók þetta á sig. Hann Guð í holdi. Hann hinn fullkomni.